Komið í sæl og blessu, Sigrún Arna heiti ég og með náttúruprjón. Ég bjó til uppskrift sem heitir Móberg og það svolítið svona, gerir kannski hlutina eitthvað af þeim öðruvísu og sundkunniði. En mér langar til þess að sýna ykkur hvernig ég lykkja saman ækort og þá byrja ég með því að fitja upp á 2 prjóna og þá með auka lykkjur. Þannig þegar ég búin að prjóna hringinn að þá eru lykkjurnar tilbúnar til að lykkja saman. Og í þessu vídeo ætla ég að sýna ykkur hvernig ég gerir það. Fyrst byrja ég á því að taka lykkjurnar hérna upp á prjón og það skiptir í rauninni engu máli hvað stærð prjónin er. Þetta er bara til þess að hafa lykkjurnar í smá stund á. Tek svo bandið og þá sjáum við að hér eru 3 lykkjur sem ég er að enda á og hér eru aðra 3 sem að þetta er það sem ég byrjaði og þá er það eiginlega 4 lykkjur og hérna er lykkjan sem ég bjó til í byrjun. Þannig að við skulum taka þessan á líka í burtu og setja upp prjón. Þessa lykkju bara get ég gengið frá og eftir. Þetta er bara bandið, þannig að stækkum hana bara, tökum hana niður og 1, 2, það eru 3 hérna held ég. Ekki 3, nei, það eru 2. Þá tek ég bara fyrst, þá tek ég þessa lykkju upp líka. Fyrst það voru bara 2, að þegar þurfa að vera 3, að það er allt í lagi. Ok, svo bara tek ég bandið sem er nær peysunni. Byrja ég þar að lykkja saman og tek bandið upp svona, búin að setja þráðinn í nálina og svo til þess að því þarf að fara upp úr þessari lykkju hérna núna og til þess að komast upp úr henni þá svona tek ég kannski 1 band hérna, sting nálinu undir og kem svo út. Þá kemur þetta svona, þá kippur hún aðeins í það sem samskeytin eru og og þá er auðveldur að loka þið. Og ég gerir sama hérna megin. Þannig að ég tek þráð og bara passa að það sé ekki langt inn á peysuna, heldur alveg við skilin svo að það sjáist svo ekki. Sjáðu, þá er hægt að toga þetta saman og loka því. Núna þarf ég að fara ofan í þessa lykkju, fyrir ofan í þessa og upp úr næstu. Þið þurfa að passa að þær snúi rétt lykkjurnar. Svona. Og þá sækið það aftur hérna hinum megin, ofan í lykkjuna og upp úr næstu. Svona. Og þá er þetta orðið svona eins og bara prjón á milli. Af því ég fett tvisvar í hverja lykkju. Ofan í þessa lykkju og upp úr þessari. Það voru 3, ég bara sá ekki 3. Og svona, og svo fer ég ofan í þessa lykkju hérna. Nú, passa bara að þetta sé rétt. Svona. Hérna ofan í og hérna upp úr og þá er þessi prjón laus. Núna þarf ég að fara ofan í þessa lykkju og fyrir ofan í þessa lykkju, þetta var 3. lykkja, 1, 2, 3, þetta er þessi, ok, þá fer ég ofan í þessa lykkju og sæki í eina lykkju hér til þess að klára þetta. Geri alveg eins hinum megin, fer ofan í þessa lykkju og sting hérna nálinni einhvers staðar mjög nálagt samskeytum. En svo er þetta svart, þannig að það er alltaf dálítið erfitt að sjá hvað það er. Pröfum þess að sjá hvernig það verður. Og svona, þá ertu búin að loka hérna ækortinum, bara eins og það var byrjað á honum. Og það sjást ekki samskipti. Svo er bara að ganga fallega frá endanum og ganga frá þessu gati sem kom hérna, sem alltaf óhjákvæmilegt að koma í guðbútum að bara sömur uppið. Og þá er þetta komið og búið að loka aftur ækortinu sem ég byrjaði á.
Þannig ég vona að þetta hjálp og þið sjáu hvað ég var að gera. Þetta hérna bara eins og lykkja saman peysu, nema þarna bara var ég búin að búa til lykkjurnar til að geta lykkja saman, af því að annars kemur svona smá þykkildi og mér finnst það leiðilegt. Svo prjóna ég oft aftan á hálsi núna þegar ég næ að gera rosalega falleg svona samskeytalausan frágang, þá prjóna ég oft perlu í samskeytin aftan á og innan á peysunum svo ég viti hvað snýr fram og hvað snýr aftur. Af því að suma peysur er alveg eins að framan og aftan og og það svona auðvelda mér að finna hvað er hvað. En takk fyrir að horfa og ég vona að þetta hjálpi og vera ófeimnar við að hafa samband ef það er eitthvað sem er ekki alveg nóg gott og ég get útskýrt betur, þá mun ég reyna það. Eigið góða stundir, takk.